Jæja, ekki allir tilbúnir í næsta dagskrárlið. Ég ætla að heilsa ykkur, ég heiti Ásta Sóllilja og ég er framkvæmdastjóri KLAK og búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í gær og í dag og ótrúlega ánægð með hvað þetta er virkur hópur, duglegur að spyrja spurninga og þið fáið tækifæri núna. Nú ætlum við að vera með panel fjárfestingar í sprotafyrirtækjum á snemstigum. Og við erum búin að setja upp Slido, þið með endilega fara þar inn og það er að byrja, þegar við byrjum pallborðið að henda inn spurningum. En ég ótrúlega glöð að hafa þetta tækifæri til að stýra þessum panel og ef að þið ætlið að umbreyta hugmyndin ykkar í sprotafyrirtæki þá þurfið þið væntanlega að hugsa hvernig þið ætlið að fjármagna þá vegferð. Og við erum komið frábæra gesti í hús sem ætla að ræða þetta við mig og mig langar að kynna þá inn og fyrstur er Sigurður Óli Sigurðsson sem er sviðsstjóri rannsóknar og nýsköpunarsviðs Rannís. Hann starfaði áður sem framkvæmdastjóri Gæðaráðs Íslenskra háskóla og þar áður sem lektor og dósent í sálfræði við Háskóla í Bandaríkjunum. Sigurður, gjörðu svo vel. Takk. Og næsta má ég kynna hana Eddu Láru Lúðvíksdóttur sem að starfa sem fjárfestingarstjóri sjóðafjárfestinga hjá nýsköpunarsjóðnum Kríu. Hún starfaði í fjármálageiranum í 14 ár, meðal annars sem sjóðstjóri hjá Gamma Capital Management og verkefnastjóri í fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka. Hún er líka starfað sem forstöðumaður fjárfestatengsla hjá Össuri og er núna í stjórn bæði Evolites, Humble og Driftar. Gjörðu svo vel, Edda. Og síðast en ekki sístur, hann er Kristján Ingi Mikaelsson. Hann er meðstofnandi MGMT Capital Partners og starfa líka sem sjóðstjóri hjá Viskusjóðum. Hann byrjaði að forrita þegar hann var bara 11 ára gamall og keypti sitt fyrsta Bitcoin árið 2013. Og Kristján hefur stofnað eigið sprotafyrirtæki, safnað fjármagnin í þau og bjó í Kísildalum tíma. Kristján, gjörðu svo vel. Og til að bara að byrja að hita okkur upp í Slido og þá langar mig til að henda upp einni könnun, bara varðandi gullleggið. Þið eru náttúrulega öll búin að skrá ykkur í masterclass og næsta skref er að senda inn umsókn í lokakeppnina og bara gaman að sjá hversu margir ætla að sækja og vonandi eru það bara allir. Tekur smá tíma í að fá og fáið þið ykkur endilega vatn. Skál. Má sjá. Ok, það er allavega enginn sem segir nei, alls ekki. Það er einhverjir óvissir, en sýnist þetta að vera bara tæplega 80% sem ætla að sækja. Það er bara geðveikt að sjá. En þá langar mig að henda inn annarri könnun, bara á hvaða stað er lausnin ykkar? Er þetta ennþá bara hugmynd á servéttu? Eða er frumgerðin í vinnslu? Fyrstu notendur komnir? Eða eru þið tilbúin til að sækja styrk eða fjárfestingu? Og svona eins og við sjáum hvaða hópi við erum að tala við hérna. Ok. Það er allavega eitthvað svona 20% sem eru tilbúin að sækja styrk eða tala við fjárfesta. Ótrúlega skemmtilegt að sjá þetta. En við ætlum sem sagt að hafa þetta sófaspjall bara óformlegt og skemmtilegt og við viljum endilega að við hendi inn spurningum bara leið að það koma og við grípum þær eftir því sem það detta inn. Þegar það geta sett inn, ég ætla að stoppa þetta. Mér langaði að byrja á því, núna á eftir, klukkan 4, að þá ætlum við að hafa svona hamingjustund og við ætlum að bjóða þáttakendum að standa upp og vera með 1 mínútu lyftikynningu. En mér langaði bara svona til að hita upp og ríða vaðið að biðja ykkur að vera með 1 mínútu lyftikynningu ykkar fyrirtæki eða sjóð
segja mér frá því og segja mér líka hvers konar teymi eða hugmynd svona kveikir helst í ykkur. Og ég ætla að taka tímann, ég ætla að vera mjög ströng eins og við verðum með þátttakendur eftir og þið ætlið að klappa mjög mikið, bara eins og við ætlum að klappa fyrir ykkur eftir þegar þið eru búin með ykkar lyfturæði. Þannig að hver vill byrja? Ég skal byrja. Og þú máttu bara endilega standa upp. Standa upp, að gera. Ok, ég byrja að taka tímann. Þú voru að byrja þegar þið eru búin að klappa. Já, getur. Ok. Nýsköpunarsjóðurinn Kría fjárfestingarsjóður í eigu ríkisins og við fjárfestum annars vegar beint í íslenskum fyrirtækjum, snemma vaxtarferli þeirra, oft þegar mikil eftirspurn eftir fjármagni en ekki nægilegt framboð. Og hins vegar fjárfestum við í svokölluðum vísisjóðum og höfum heimild til þess bæði erlendis og hérlendis með því skilyrði að það sem við fjárfestum fyrir að því sé fjárfest í íslensk fyrirtæki eða nýsköpunarfyrirtæki með starfsemi á Íslandi. Við leggjum mikla áherslu á það að styðja vel við nýsköpunarumhverfið og gerum það meðal annars með því að vera einn eigendum KLAK, samstarfsaðili Æspan og Driftar og Iceland Innovation Week. Það sem að kveikir áhuga hjá mér, það eru nýjar skalanlegar hugmyndir frá blönduðum teymum með viðeigandi þekkingu og viljan til að ná árangri. Og hvað markmið NSK? Jú, það að efla nýsköpun á Íslandi og þannig íslenskt efnahagslíf. Takk fyrir. Vá, spot on! Þetta var svo nákvæmlega 1 mínúta. Það var bara geggjað. Ok, hver vill vera næstur? Ekki bara taka röðina? Já, það ekki bara, veitu. Nei, ég byrja bara. Já, byrjaði, ok. Byrjaði. Komið sæl öll, Sömul Sigurður Óli heiti ég, sviðsstjóri rannsóknar nýsköpunarsviðs Rannís. Rannís það sem við köllum þjónustumiðstöð þekkingarsamfélagsins og við veitum styrki til rannsókna, nýsköpunar, til menntunar, menningar og æskulýðsmál og íþrótta. En sérstaklega fyrir ykkur gott að vita að við erum með Tækniþróunarsjóð og hann á sviðinu hjá okkur. Og svo nýsköpunarsjóð námsmanna. Ég hef á tilfinningunni eftir ég varð svona 45 ára hætti ég að átta mig á því hvar fólk gamalt, svona milli 80 og milli 18 og svona 25. Þannig að mögulega eru þið einhverjir námsmenn og þá erum við með nýsköpunarsjóð námsmanna. Við erum líka með þegar hugmyndir hafa útskrifast úr því sem við kallum úr Tækniþróunarsjóði, útskrifast úr Tækniþróunarsjóði, þá tekum við annað stuðningsúrræði sem heitir endurgreiðsla rannsóknar og þróunarkostnaðar. Þannig að við erum með bara frá hugmynd til heimsýfir á það. Gegga. Ok, Kristján. Komið sæl, ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og fer fyrir MGMT Capital Partners. Við höfum verið að fjárfesta okkar eigin peningum í startupum á englastigi. Við erum alætur, tökum þátt í öllu sem okkur finnst skemmtilegt og erum hér til að hafa gaman og græða pening. Ég hef sjálfur verið frumkvöðull, við höfum unnið mjög náið með frumkvöðlum og við höfum svona aðalega verið að passa upp á að veggirnir sem frumkvöðlar vaði í gegnum með hausinn á undan séu kannski 1000 en ekki 100.000 eins og maður lenti sjálfur. Það var mikið blóðsvit og tár og bara mér finnst mjög gaman að sjá íslenskt hugvit og sjá hvað við getum gert. Við erum vel menntuð þjóð, við erum núna á þeim tíma í heiminum að tækni orðin ansi mögnuð og gervigreindin að sækja fram. Þannig að við erum að horfa til þess að vonandi finna einhver fleiri fyrirtæki á Íslandi til þess að sækja fram og sigra heiminn. Gegga. Takk fyrir. Ég að spá hvort að einhver væri til í að henda inn einni spurningu, bara svona einhverju, bara til að sjá hvort þetta ekki pottþétt að virka. Og hvort að tæknin nokkuð að stríða okkur. Jú, geggjað. Þetta virkar æðislegt. Heyrðu, þá ætlum við bara að byrja þetta spjall og kannski bara byrja á fyrstu stigunum. Það náttúrulega þegar fólk að stofna sprotafyrirtæki þá það náttúrulega oft byrjar á því að sækja styrki. Já. Og þá náttúrulega Tækniþróunarsjóður ofarlega í huga. Og mér langaði bara að spyrja þig Sigurður, bara svona, ef við ímyndum okkur bara eitthvað svona dæmigerða gulllegs hugmynd sem bara á fyrstu stigum og sem að verður svo sprotafyrirtæki, hverjir eru styrkja möguleikarnir hjá Tækniþróunarsjóði og svona hvernig taka þeir við mismunandi stigum á þróun sprotafyrirtækja? Já, það svona hugmyndin að þessi styrkja flóra okkar
að hún sé allt frá hugmynd til svona, kannski ekki heims yfir á það, en ansi langt komnar hugmyndir og fyrirtækin stofnuð í kringum þær. Þannig að við byrjum með fræ sem að er okkar svona minnsti styrkjaflokkur og ég held að mjög margir úr gullleikinu hafa nýtið sér þann styrk helst sko. Og það frekar lítill styrkur, þannig að þess vegna svona leyft að vera svolítið villtari og svona meiri svona djarfari hugmyndir heldur en kannski fara í hærri, þar sem þú ert að sækja hærri upphæðir. Er þá ekki minni kröfur nýnæmi eða eitthvað slíkt? Nei, en það ef eitthvað þá það bara, það hærra styrkjahlutfall þar heldur en styrkjahlutfall þar heldur í öðrum styrkjaflokkum og eins og sé, það leyft að vera svolítið svona villtari. Og þar skiptir miklu máli að það sé svona, ef þú vilt þá get ég sagt til hvað gerir góða svoleiðis umsókn eða viltu ekki taka það síðar? Já, það væri bara mjög flott. Já, þá sko mikilvægt að stækkunar, það sé gert ráð fyrir möguleika á skalanleika, þetta sé stækkanleg hugmynd og hverjir markaðsmöguleikarnir eru og hver svona, og þetta ekki það mikill peningur, þá þarf að bara segja mjög vel afmarkað hvað þú ert að sækja þú ert náttúrulega ekki að fara að sigra heiminn með 2 milljónum, en þú ert að fara að gera eitthvað mjög afmarkað og það bara afmarka verkefni vel og svo vera bara mjög á kláru hvað svona X-faktorinn, hverjir eru í samkeppni við þig, hvað hefur þú umfram og hvernig veistu það. Þannig að það svona það sem er sennilega fyrir þennan hóp sem hér komið grunna með að sé svona fyrsta skrefið. Síðan erum við með sprota og vöxt sem eru stærri styrkjarflokkar og þá sem sagt möguleikinn að fara lengra með hugmyndina og þá ferðu þarftu að útskýra betur og hafa standa traustari grunni hverjar forsendurnar eru fyrir rekstrinum og tekjumódelinu og fleira. Þannig að þú þarft svona, þú kemst upp með aðeins meira svona fjör í fræi, ef það morðað þannig. En svo erum við með einkaleyfisstyrki og markaðsstyrki. Þannig eftir því sem á við, þá getur þú sótt stuðning við einkaleyfisumsókn og ef hún fer inn, þá færðu endurgreiddan hluta af þau kostnaði sem fer í það. Og svo ef að þú ert að gera einhvers konar markaðsrannsókn eða targetaða markaðssókn, þá getur við svolítið markaðsstyrki hjá okkur líka. Þannig að við erum svona með svona, alltumlíkjandi styrkjaflóru viljum við meina. Og erum stöðugt að leita leiða til þess að bæta hana og við vorum einmitt að fara í gegn núna stefnumótun, stjórn sjóðsins leiddi flotta stefnumótun og þar voru svona áherslurnar að einfalda svolítið umsóknarkerfið þannig að við erum að vinna með hugmyndir af því hvernig við látum það sem þú setur í umsóknina að það nýtist ekki bara í umsóknina heldur nýtist í aðra hluti líka bara í þessari vegferð. Einmitt, og það einmitt skemmtilegt að umsóknin í gullleikið hún nýtist í raun og veru í fræ beint, það ekki? Það er bara 10 klára pitstokk og 1 mínútu lyftikynning, þannig að það er auðvelt skref. Nákvæmlega, þannig að við erum að hugleiða svona hvernig við getum bara varðað leiðina betur og hafa færri svona dítúra fyrir geðu í sletti og hafa þetta bara svona samfellt og síðan er skýrt líka betur fyrir styrktarflokkana svona á hvaða stað hugmyndirnar eða fyrirtæki þarf að vera til eða varan til þess að passa í flokkin og síðan er lögð áhersla á það að það myndist svona samfélag. Það er mikil ánægja með það samfélag sem er orðið til í gegnum Dafna-verkefnið og stjórnir áherslu með það að bæta einhvern, að gera það sem getur að styðja við svona frekari uppbyggingu samfélags í kringum. Til dæmis er einu hugmyndin svo að þeir sem allir fái styrka, þeir hafi svona einhverjar kvaðir að gefa tilbaka jafnvel. Þannig að það er margt spennandi í gangi hjá Tækniþróunarsjóði. Það var svolítið langt svar, ég held en vonandi var þetta svarið sem þið vantaði. Bara frábært. Einmitt, bara hugsaum aftur gulllegsteymi sem er rétt að byrja og ef við bara hugsaum fjárfestingarsjóðin á Íslandi. Hvernig getur fjármögnunarvegferðin litið út í Íslandi og hvar komið þið hjá Kríu inn í þá vegferð? Já, sko fjármögnunarvegferðin
lítur þannig út svona almennt, við byrjum að henni, að fyrstu stigin kölluð svona hugmynda og klagstig, eða á ensku pre-seed og seed, og næsta stig svo kallað vísistig, þar sem að vísisjóður koma inn og taka við fjármögnun í þessari vegferð, og svo þegar kemst að næsta stig þá ertu komin í svona framtakssjóða fjárfestingar, eða ert jafnvel að sækja fjármagn með því að vera skráð á markað, og ert þá kannski komin á það stig að þú ert með svona stöndugt fyrirtæki og getur bara að leita þér bankafjármögnunar. En við förum aftur í sprotaumhverfi sem að við erum stödd í. Þá sem sagt nýsköpunarsjóðurinn Kría starfar á þessum fyrstu 2 stigum, á hugmynda- og klakstigi. Já. Ok, þannig að bara, ef við hugsum bara gulllegsteymi sem kannski komið með fræðstyrk, geti það teymi leitað til ykkar? Já, við tökum mjög vel á móti öllum. Það bara allir sem að leita til nýsköpunarsjóðsins Kría eru velkomnir að koma og kynna fyrir okkur, og ég hvet ykkur bara til að vera dugleg að koma ykkur og ykkar hugmyndum á framfæri og nýta þetta nýsköpunarsamfélag sem til á Íslandi til þess, og það hægt að gera það með ýmsu móti. Með að taka þátt í ykkar frábæra viðburðum, og þið hafa verið með fjárfesta viðburði líka þar sem að vísisjóðnir og aðrir englafjárfestar og fleiri að koma, og það frábært tækifæri til að hitta þessa fjármagn aðila markaði og koma ykkur og ykkar hugmyndum á framfæri. Við höfum verið að gera það líka. Við vorum með sérstaklega fjárfestingar átak til að mynda í haust, þar sem 88 fyrirtæki sóttust eftir fjármögnun á þessu fyrstu stigum og 11 fyrirtæki hlutu þar fjármögnun. Sarek nú eitt af þeim fyrirtækjum sem að kynnti áðan. Og þar buðum við fjárfestum úr fjárfestasamfélaginu að koma, og þessi 11 fyrirtæki fengu þá tækifæri til að kynna sig. En það þarf ekki að vinna gullleggið að vera 1 af 11 af 88 til að fá fjármögnun til að koma sér á framfæri. Það svo margt í gangi í nýsköpunarsamfélaginu, þannig að hverskins viðburði sem í gangi, ég hvet ykkur til að mæta og taka þátt, því það eru mun færri í þessu samfélagi en þið kannski gera ykkur grein fyrir núna, og þið eru mjög fljót að kynnast fólki sem getur skipt sköpum fyrir ykkur og vegferð ykkar fyrirtækis. Og almennt fólk í þessari senur mjög viljugt að aðstoða, og ef það getur ekki aðstoða þá fólk líka mjög viljugt að tengja ykkur áfram við aðila sem geta aðstoða, og það getur skipt sköpum að opna nýja dyr fyrir ykkur og ykkar vegferð. Þannig að við erum til staðar á þessum fyrstu stigum, hugmynda- og klakstigi, pre-seed og seed, og ástæðan fyrir því að við erum til staðar þar, nýsköpunarsjóðurinn Kría, eins og ég sagði áðan í þessu 1 mínútu pitchi, að það mjög mikil eftirspurn eftir fjármagni á þessum fyrstu stigum en ekki nægilegt framboð, og þess vegna ríkið með sjóð á þessum stað til að passa upp á að fyrirtæki sem að þurfa nauðsynlega á fjármagni að halda til að komast yfir þennan mikilvæga hjall fái fjármagnin. Kannski fæ að bæta við að eins og fjárfestar horfa líka til þess bara, ertu heima hjá og tala ekki við neitt, eða ertu þarna úti að drekka inn þekkingu og byggja tengslanetti, af því að þið alltaf í samkeppni við þetta hænan og eggið vandamál, að ykkur vantar fleiri auðlindir á ensku resursa til að byggja fyrirtæki, hvort sem mannafli eða fjármagn eða eitthvað network, og það gerist þú að lítið ef þið eru bara heima hjá okkur, nema þið séu bara með bestu vöru í heiminum sem að selja sér sjálf á internetinu með einum takka, og ég efast að þið séu komin á þann stað ennþá. Þannig að bara fara þarna út og tala við fólk, og það allt annað að tala við fjárfesta þegar eru búin að hitta á 5 sinnum eða 3 eitthvað mjög casual, og það sést eitthvað, þessi ennþá að byggja eitthvað eða gera eitthvað, og það skiptir ótrúlega miklu máli. Það þessi viðburðir skipta miklu máli, þó að allir fjárfestar séu ekki alltaf að koma á þá, að þá fólk mjög mikið að horfa á þetta. Mér finnst þetta sýna svolítið maga og ákefð að taka þátt í, ekkert endilega sýna og mæta og tikka ykkur box, heldur bara svona, ég hef áhuga á því að byggja fyrirtækið mitt, ég hef áhuga á því að búa eitthvað til, og þess vegna ég hér, það klárt fólk hérna á sviði, það klárt fólk í salnum, ég að tala af alla, og bara ég lærði fullt í dag og nýti það í vinnuna mín á morgun. Þannig að það svona feedback-lúpan sem maður vill sjá, og þess vegna bara grunnforsend að hafa alls konar verkfæri sem eru kannski þá annars einkaframtak eins og Klakk Innovate eða eitthvað ríkis dæmi, og síðan einkafjárfestar og einkaaðilar. Þannig að þetta spilar allt mjög vel saman, myndi ég segja. Fæ ég kannski rétt að bæta við líka til viðbótar,
ef þið eitthvað svona óviss með heyrðu, ok, ég bara ekki komin á það stig með fyrirtæki mitt að það er komið að vísi fjármögnun, ætla að segja við ykkur í dag, vísisjóðnir vilja vita af ykkur, þeir vilja vita af þeim hugmyndum sem í gangi og þeim fyrirtækjum sem að þróast og þótt þið sé ekki fjárfesta í ykkur í dag eða á næsta ári, þá vilja þið fylgjast með og við höfum séð það að fyrirtæki hafa komið og kynnt fyrir okkur og það er svo ánægilegt að sjá að þótt þið fáið kannski ekki fjármögnun á fyrsta fundi og koma kannski árið seinna og þá þið að kynna þá og sýna þá fram á, heyrðu, við erum búin að ná þeim markmiðum sem við sögðum ykkur í fyrra við ætlum að ná og gott betur og það getur skipt sköpum líka og sýnir akkurat þessa ákefð sem þú varst að tala og þessa áræðni að vera með eitthvað markmið og ná þeim markmiðum og gott betur og það er svona ákveðin svona karakter líka sem þið komið þá að framfæri. Þannig verið bara óhrædd. Já. Mér langaði svo að spyrja þig, Kristján, bara, ég veit ekki hvort að salurinn veit hvað englafjárfestir og hversu snemma kemur englafjárfestir að fjárfestingu í? Einmitt, ég myndi segja að bara munurinn á englafjárfesti og vísisjóði eða einhverjum sjóðum er bara að einstaklingurinn að fjárfesta eigin pening, annarkvort einn eða kannski með nokkrum eins og Æsban eða fleiri. Það er kannski að púla saman 5 engla og búa til stærri fjárfestingu. Og munurinn á þessu er bara gríðalegur. Englar eru að fjárfesta í kannski minni upphæðum, alltaf í minni upphæðum, yfir kannski fleiri díla og það eru aukna líkur á að fyrirtækin fara á hausinn. Og það er bara eðli þess að reyna og gangi ekki upp að svona tölfræðin segir að í bestu svæðunum eins og bara í Kísildalnum að þá eru 60-70% af startupum sem fá englafjárfestingu að fara á hausinn eða gefast upp eða hvað sem þið viljið kalla það. Þannig að það er náttúrulegt og eðlilegt að það eigi sér stað. Þannig að með því að fjárfesta í fleiri startupum að þá ertu einhvern veginn að verja þig. Og englar eru mjög mikið að horfa á hið mennska. Þú ert ekki endilega með eitthvað gögn. Það er ekki 1.000.000 manns að nota vöruna eða jafnvel 100. Þú ert með eitthvað innsæi, þú ert að sýna karakter, þú ert að sýna eitthvað skalanleika á vöru og þú ert jafnvel og oftast og eins og svona í svona vísi heiminum, við fjárfestum bara eftir þessari vísi uppskrift og það eru alveg englarinn heima sem fjárfesta líka í annars konar hugmyndum. Við erum að horfa á hann hámark skalanleika. Að horfa til dæmis á að fara úr landi líka. Þannig að svona, þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá er ég að hugsa svona, hvað er nóg fyrir þessa mannesku? Hvað er hún að reyna að gera hérna með þessu? Er hún að reyna að búa til fyrirtæki sem aflar henni eða honum 3 milljónum á mánuði í tekjur og það er bara frábært. Þá ekki taka inn fjárfesta og bara búa til fyrirtæki sem sér þér og þinni fjölskyldu fyrir tekjum út af ævina. Það er bara glæsilegur árangur og Ísland er þakklátt fyrir það framtak. En ef þú ert að fara og reyna að búa til fyrirtæki sem er kannski með 100 milljóna í tekjur eða milljarða í tekjur og er að reyna að sækja fram, selja erlendis og fara svona inn á þessa stærri markaði, þá er það eitthvað sem að krefst oft meiri ákjafðar í formið þess að taka inn þá fjármagn eða fleiri sem vinna eða fleiri co-foundir eitthvað slíkt og svona reyna að keyra vegferðina svolítið í gang og það er það sem englar eru svolítið að reyna að horfa á. Bara er ég leikbreytir í þessu fyrirtæki ef ég kem inn með pening og það er til dæmis mjög algengt þegar ég hitti fólk sem er á þessu algjörlega fyrsta stigi að þá er einhvern veginn leikbreytinni sem að fólk er að biðja mig að vera er að allir séu að fara á laun í fyrirtækinu og þá er ekki að tala að fólk séu að fara á forstjóralaun. Ef þið hugsið til dæmis bara þeir eru með startup og enginn er á launum og þeir eru búin að vinna í 6 mánuði, það er glatað að vera ekki með laun og bara þeir eru að byggja ykkar félag, þið eigið að fullu sjálf. En ef þið farið síðan til Engils og bara ég hef átt svo mörg svona samtöl að þá eru oft bara eitthvað, já, núna erum við að fara að safna 20 milljónum og við ætlum að fara að borga okkur 500.000 kall í laun og síðan fyrir kannski 3 milljónir í markasetningu eða eitthvað af því að þá ekki svona ráða einhvern annan einstakling og það er mjög súrt pitch af því þegar ég kem inn í eitthvað félag þá vil ég sjá að peningur minn sé vel nýttur, laun fyrir ykkur eru góð nýting en það er bara ekki góð nýting fyrir að ýta félaginu áfram, það er gott fyrir ykkur að létta sársauka og allt það. Þannig að svona englar eru svolítið að horfa líka á hvert er ykkar viðhorf, eru þið eigendur í fyrirtækinu ykkar og eru það að sýna að þið eru að taka áhættu, eru það að berjast, fara allar krónurnar í félaginu í að ýta félaginu áfram í staðinn fyrir að létta undir með ykkur. Stundum er það besta fyrir félagin, yfirleitt ekki á þessu fremsta stigi. Þannig að við erum alveg fremst. Við langar svolítið að grípa þessa punkta og taka hennar spurningar Slætó sem er vinsælust hérna núna.
spyr ég kannski ykkur fjárfestana, hver eru algengustu mistökin sem nýir frumkvöðlar gera þegar kemur að kynningum og svona fjárfestakynningum? Ég skal byrja. Já. Já. Ég myndi segja að vera ekki nógu vel undirbúin. Varðandi fjárfestakynningar, þetta skiptir svo rosalega miklu máli. Ef þið takið eitthvað út með ykkur í dag, þá er það að leggið þið almennlega vinnu í að gera góða fjárfestakynningu og þá er ég ekki bara að tala um kynninguna sjálfa, heldur verið þið búin að æfa ykkur að kynna. Mistök, ef ég nefni nokkur, þá er það ekki mæta á seint þið að koma að kynna. Ekki fara yfir tíman sem ykkur var gefinn til að kynna. Og þið eigið að geta kynnt ykkar tækifæri, nú heyrði ég áðan að þið fáið mínútu til þessu eftir, en ef þið fáið aðeins lengri tíma, þá eigið að geta kynnt ykkar viðskiptahugmynd vel á innan við 10 mínútum. Verið búin að æfa ykkur. Fáið þið endurgjöf. Ég held að það sé svona vanmetnasta ráð í nýsköpunargeiranum, það er endurgjöf. Verið óhrædd við að fá endurgjöf frá öðru fólki, sýnið öðrum fjárfestakynninguna ykkar, kynnið fyrir framan aðra og hlustið á þá endurgjöf og lærið af henni. Og svo kannski svona tvennt til viðbótar, ef þið eru að koma sem teymi inn að kynna, þá er það mun sterkara ef þið eru öll sem mætið eru með einhvers konar hlutverk í kynningunni. Þannig ef þið eru til dæmis 3 sem mætið, að það sé ekki bara einn aðili sem talar allan tíma, það getur verið einn sem bara kynnir, en verið þið búin að tala ykkar á milli og gefið ykkur hlutverk, þannig að manneskja A kannski svara allir spurningum sem snýr að viðskiptahugmyndinni eða tækninni, manneskja B svara allir sem spurningum sem snúa að fjármálum. Þannig komið þið út sem svona samheldnara teymi. Og síðast en ekki síst, ef þið að gefa ykkur verkefni á fundunum, margir segja, heyrðu, ég sendi þér kynninguna fyrir lok dags, þá skulle ég senda kynninguna fyrir lok dags. Þið gáið sjálfum ykkar það verkefni, þið sögðu við fjárfesting hvað þið ætluðu að gera. Þannig ef þið ætluðu að gera eitthvað og segist ætluðu að gera eitthvað, standið þið þá við það. Því það er svona fyrsta upplifun hjá fjárfestinum á því hvort þið standið við það sem þið ætluðu að gera. Ég fæ kannski að spyrja Sigur, þá ég spyr Kristján, svona algengustu mistökin við styrkumsóknir, sem frumkvöðlar gera. Við erum svolítið grimm við þá sem að falla á því sem við kallum formkröfur. Að því að við erum náttúrulega opinber sjóður og þá verðum við að vera, við megum ekki láta eitthvað slæta hjá einum, af því að þá erum við farið niður ansi hála brekku og þá eru farnir að hleypa allir gegn. Við verðum allir að fá jafn tækifæri og þá felst í því að vera með formkröfur. Og það fólk fellur svolítið á þeim, það er að breyta textastærðum eða gera ekki það sem er beðið eða sendir inn á löng skjöl eða eitthvað svona hluti. Er ekki að lesa leiðbeiningar. Ekki að lesa leiðbeiningar. Og það er eiginlega svolítið, það er svolítið svona, þetta er ekki opinber stefna Rannís eða opinber svona, opinbert, ég eiginlega ekki hafa þetta eftir mig mjög mikið, en sko eiginlega Þú ert í streymi, sko. Þú voru þetta svona, eigum við að gefa þér 2, 10, 15, 25 milljónir á ári ef þú getur ekki fyllt svona frekar einföldu formkröfum. Það er svolítið mín svona stefna. Finnst mér alveg, þess vegna finnst mér eðlilegt að biðja þetta. Af því að þetta er svona fyrsta þrepið. Ertu að gera þetta af alvöru? Ef þú getur ekki gert þetta, hvernig munu þá skattaskýrslunar líta út frá fyrirtækinu? Bara sem dæmi. Þú veist, þannig að ég myndi segja það, þetta er svolítið svona algengt, en svo er bara þegar það kemur að því að selja hugmyndin í gegnum umsóknina, þar er bara mjög mörg að gæta og þá er bara einmitt að fá endurgjöf, taka þátt í samfélaginu, ekki vera feimin við það, hugmyndinar vaksa bara við það að deila þeim. Örstutt frá þér, Kristján. Já, af þú veist ekki tala örstutt bara. Nei, það er bara ótrúlegt hvað er mikið efni þarna úti. Bara Y Combinator sem dæmi og náttúrulega Klakir með alls konar viðburð og annað. Þið getur bara fundið allt startup sem hægt er að vita. Og ef þú mætir í herbyggi með fólki og veist ekki einhverjar grunnstærðir og basic spurningar við hvernig manneskjan er að operata sem þú ert að tala við, þá er það mjög mikið rautt flagg. Þetta er ekki leyniklefi sem að enginn kemst inn í nema vita einhverjar leynireglur, sko. Og það er mjög sárt þegar það er þannig. Og líka bara að, þú veist,
varan og hugmyndin skiptir mestu máli, bara verið hreinskilin, ef það gengur illa, þið fáið plús í kladdan fyrir að segja það. Þú veist, það gerir ekkert fyrir einhver að fegra eitthvað á fyrsta fundi með einhvern, bara hei, hérna eru hlutirnir, þetta það sem getur gengið hjá mér og ef þetta gengur, þá þetta snilld og ef þetta gengur ekki, þá það ekki snilld. Og ef þú ert búin að greina þetta og ert heiðarleg eða heiðarlegur með hvað getur fyrir úrskeiðis líka, ekki bara hérna, hei, sjáu hvað þetta geggjað allt upp til hægri og 10 ára skjali í ranni sem geggjað og þú veist, allt þetta, að þú veist, þá þetta bara, þú veist, fólk sé bara í gegnum það. Ef það búið að sjá, þú veist, gerir ráð fyrir að manneskja, fjárfesti sem þið hittið, búin að heyra kannski 1000 pits á líftímanum sínum, þú veist, það bara, það ekki kveikja á neinu sem einhvers konar bullshit. Verið bara heiðarleg og komið fram af festu byggða á upplýsingum sem eru til á internetunum. Ég tala nú að einmitt biðja Claude og þessa aðila agent að hjálpa ykkur að skrifa og pæla og svona látið bara þessa aðila eða þessi tól hjálpa ykkur, þú veist. Ég að fara að kynna á fjárfestingakynningu í þessum sektor. Hvað á ég að varast að segja? Hvað myndið þú sem fjárfestir segja við mig? Og bara taka þennan díalóg svolítið. Æfa kannski bara spjallið. Ég bara og reyna að sjá fyrir spurningar eða fá einhvern sem spyrja spurninga og vera með þau svör á reiðum höndum og geta líka réttlætt svörin. Það þú veist, bara hvernig ætlar að selja, hvað sölumódelið, tekjumódelið til dæmis, ef þú ert ekki búin að útskýra það af hverju þú velur það, þá áttu örugglega að fá spurningum það og þá eins gott að vera vel undirbúin. Mér langar að grípa gervigreindar boltan. Við náttúrulega fengum alveg geggjaðan fyrirlestur í gær frá Gísla Ragnari, KPMG, bara hvernig gervigreindin að breyta leiknum algjörlega. Og mér langar svolítið að bara að spyrja ykkur, bara hvernig gervigreindin að breyta svona fjárfestingum á snemstigum? Þú veist, sjáu þið að uppafs fjárfestingafyrirtækja sé að breytast eða lækka? Eða er gervigreindin bara að gera kröfur, að valda því að það eru meiri kröfur til sprotafyrirtækja bara að allt gangi miklu hraðar? Eða hvernig sjáu þetta breytast? Já, ég get alveg tekið þetta. Sko, ég ennþá að átta mig á því hvaða heimsýn ég hef gagnvart þessu, af því að fyrir 2-3 árum þá var ég með þá sýn að eftir 7 ára eða 5-7 ára þá myndi allt vera breytt og mitt innsæi yrði 10 sinnum eða 1 order of magnitude frá þeirri veröld sem við myndum sjá og ég eiginlega átta mig á því að ég hafði kolrangt fyrir mér af því að þetta að gerast miklu hraðar. Og sko, ég eiginlega átta mig ekki á því ef þú ert að byggja eitthvað sem ekki bara setja saman atóm í raunheimi og byggja einhverja hluti, þá eiginlega átta ég mig ekki á því af hverju startup myndu vilja fá pening á fyrstu stigum. Af því að það bara aðgengið af öflugu dóti og hraði bara svo mikill. Þú getur verið með 100 manna forritunardeild á eftir fyrir svona $500 á mánuði. Bara í alvörunni. Þú veist, ég að borga $200 á mánuði og ég hef aldrei skrifað mikinn kóð á ævinni samtals eins og síðustu 5 vikum. Það bara staðan og ég verið að forrita alla ævina mína meira og minna. Og þú veist, þetta er orðið, gæðin á þessu eru þannig að það verið að skrifa bækur desember 2025 fyrir og eftir, þú veist, eftir 500 ár, skilji. Og ég að reyna að segja þetta með stærstu mögulegu tilfinningu og orðum sem ég get beitt, af því að fyrir mér þetta nánast bara svona eins og trúarleg upplifun. Það bara allt að fara að breytast miklu hraðar en öll okkar gera ráð fyrir. Og meira segja ég sem að tel mig nú vera ansi tækni upplýstan og inn í mörgum málum, að þetta bara, þú veist, núna eitthvað gat í heiminum sem verður kannski 3-5 ár, þar sem að heimurinn ennþá í gamla kerfinu á hestvögnum og eftir 5 ár verða allir á bílum, skilji. Það breytingin sem við erum að sjá núna. Og það núna gat fyrir ykkur að koma með fyrirtækin ykkar, nota þessa tækni, vera á undan samkeppnisaðilanum eða stóru fyrirtækjunum sem eru með legacy kerfi, innviði sem erfitt að hreyfa hratt, fólk sem með gamla fyrir desember 2025 prógrami í hausnum á sér. Og þetta núna bara samkeppnisforskot og ég veit til dæmis að bara fjárfestar í Kísildalum, þeir bara nenni ekki að hitta þig ef þú ert ekki að pæla í þessu. Bara alveg saman hvað þú ert að gera. Þú veist, þó þú sért að byggja flugvél, þá þið bara hvernig eigi að breyta leiknum fyrir flugvélabransan, skilji. Þú veist, þannig að þetta ótrúlega stórt og það ekki hægt að lýsa hversu mikilvægt þetta og sérstaklega fyrir fólk eins og okkur
sem að getum borgað $200 á þess að finna fyrir. Það hálfur heimurinn, fyrir hálfan heiminn er það bara risa peningur ennþá og þau hafa ekki aðgang að þessum tólum og við höfum eitthvað samkeppnisforskot í menntunum okkar og í gæðunum og í samfélaginu og fyrir þekkingu og öll þessu og bara farið og nýtið þetta. Ég get ekki sofið mig mikið þessa dagana bara því að ég er bara stanslaust að tala við gervigreind og ég er ekki að gera til þess að reyna að hugsa betur. Ég er að setja mitt innsæi sem spurningu fram, fá endurgjöf strax í rauntíma, eitthvað sem ég hefði þurft að bíða eftir fram á 50 til að fá Palla sem er frændi Sigga félaga míns af því að hann er svo klári í þessu topiki, svo hann hefði það tekið 4 daga og þá fæ ég einhver aðra nýja hugmynd og það tekið 3 daga að hitta einhvern annan ef ég er með gott network. Þarna er ég bara, á einu kvöldi bara fer úr því að vita ekkert eitthvað, ég vita helling og vita hvernig ég á að spyrja, vita hvernig ég á að halda áfram og þetta er algjört superpower. Það eru bara allir frumkvölar í salnum með möguleikan á því fyrir $20 til $200 fyrir eftir hvað fólk nýtir þetta í að fara bara í Ironman galla og vera bara fljúgandi að gera einhverja sturlaða hluti. Það er bara staðan. Hvernig við tækniþróun þessu? Hvernig eru þið að horfa á gervigreindina? Eru það það er náttúrulega klassíska svari frá ríkisstarfsmönnum, það er starfshópur á vegum stjórnarráðsins að skoða nýtingu gervigreindar í hjá hinu opinbera, það er náttúrulega fyrsta svarið. En við erum að skoða þetta heilmikið og það sem við sjáum fyrst er að það er að koma umsóknir til okkar sem skrifaðar af gervigreind. Og ef þið ættið að nýta gervigreindina við skrift umsóknar ykkar, endilega gerið það, en please lesið það yfir. Það er bara mjög mikilvægt. Þannig að það er stundum svolítið augljóst að það er verið að nota gervigreind og ekki mikil hugsun farið í þetta. En eru þið að nota gervigreind? Við erum ekki, það er í rauninni, lagalega erum við á erfiðum stað. Að því ef við förum að setja til dæmis umsóknir í einhvers konar úrvinnslu hjá gervigreindinni, þá erum við búin að afhenda hana þriðja aðila. Og það er bara stórkostlegt, það er ábyrgðar hluti að fara með þær hugmyndir sem okkur er treyst fyrir og afhenda þær tæknirissa. Við erum svolítið hrædd við þetta, þess vegna erum við að bíða eftir svolítið leiðbeiningum frá bara hinu opinbera. Hvað er stjórnsýslu ákvörðun ef hún er tekin af agent, skilurðu? Er það stensta skoðun? Getum við deilt þessum hugmyndum? Megum við deila þeim? Þú veist, þetta er bara erfiðar spurningar sem maður er að eiga við, en við verðum að gera það. Það er ekki bara, þú veist, við bara munum sitja eftir og vera að klóra okkur í skallanum meðan allir aðrir eru hvernig langt fram úr okkur ef við einhvern veginn bregðumst ekki við þessu og nýtum þetta til þess að verða skilvirkari og fljótari. Það er bara alveg gefið. Mér langar svolítið að fara og horfa aftur svolítið á teymi í gullleikinu og bara spyrja ykkur öll bara hvort að ykkur teymi sem hafa tekið þátt í topp 10 í gullleikinu hafi leitað til ykkar eftir fjárfestingu eða styrk og bara hvernig hefur það gengið? Já, ég get byrjað. Við höfum alltaf tekið þátt í gullleikinu. Og ég kom nú inn á nefndi eitt félag áðan sem var að kynna fyrir ykkur, Saga Rek. Þetta er svona kannski nýjasta dæmið er þetta fjárfestingar átak sem ég sagði ykkur frá að við hefðum lokið síðastlið haust og þar voru 11 fyrirtæki sem fengu fjármögnun og þar voru 2 sem hafa sigrað gullleikið, Saga Rek og Seagrowth sem fengu þar fjármögnun. Kannski annað gott dæmi er Pay Analytics sem vann gullleikið og var selt til Bicom 2023. En mér finnst líka mikilvægt að taka fram að maður þarf ekki að sigra gullleikið til að leita til nýsköpunarsjóðsins Kríu og fá fjármögnun. En mér finnst að þegar kom áðan spurning í upphafi hvort þú ætlar að taka þátt og skrá þig. Hvet ykkur til að skrá ykkur. Við sjáum mun á þeim fyrirtækjum og þeim frumkvöðlum sem koma inn til okkar sem að hafa farið í gegnum svona feril með klak eða samskonar aðilum. Við sjáum mun á því að þeir frumkvöðlar eru miklu betri undirbúnir og fjárfestakynningar þessar aðalar eru miklu vandaðri. Þannig að ég hvet ykkur til þess að nýta þetta frábæra tækifæri og taka þátt. Já, þetta er klárlega góður skóli og þú veist, það er galið að séu ekki að borga fyrir þetta og þið fáið þetta allt frítt og bara átt ykkur á því að reka klak inn og þetta hver einasta ári kostar yfir 100 milljónir. Þannig að bara svona það er verið að gefa ykkur fjármuni með því að hafa þetta allt frítt og bara þið þurfum svolítið að kunna meta það líka þegar þið græðið á þessu seinna meir En
við höfum fjárfest í nokkrum fyrirtækjum sem hafa tekið þátt í gullleikinu Já. og ég veit ekkert hvort það sé marktækur munur á hvort við fjárfestum frekar í þeim eða ekki en bara svona það er alveg gæða munur og þá ekki að segja að fyrirtæki sé geggjað eða ömurlegt ef það fór ekki í þetta heldur meira bara svona því læra að haki í þessi box það eru þessir 10.000 veggir sem maður þurfa að bomba með hausnum í sögu félagsins og út úr þessu eru kannski 2.000 fyrstu veggirnir strax farnir, skiljið. Þeir eru komið með eitthvað orðfæri sem þið getið beitt, þeir eru komið með einhverjar dæmisögur og svona nálganir hvernig þið gerir hlutina. Þannig að klálega nýta þetta prógram og einmitt fyrirtæki sem að, ég held að sé ekki, það har allavega ekki verið mælt, en ég held að sé ekki eitthvað svona sama sem ekki milli þess að vinna einmitt eða eftir 2-3 sætin. Bara fyrirtæki sem eru að lenda á topp 10 og eru að gera góða hluti í gullleikinu eru að ná framförum ef þau halda áfram. Svo náttúrulega líka alveg heilmikill sýnileiki sem fylgir því að taka og það, það er fullt af fyrirtækjum sem maður sér fyrst bara einmitt, maður situr eitthvað í salnum og maður bara hvað rugl þetta og síðan 9 mánuðum seinna þá sér maður kannski aftur og bara býtu þau eru aðeins búin að breyta þessu, núna viðskiptamódelið fara að make sense og þetta var kannski bara það mikið kjaftaði 9 mánuðum áður að maður nennti ekki svona skoða betur, skilja, á þess að vera eitthvað svona bara virkar heimurinn og ég bara reyna að segja hann og vera hreinskilinn til að átta ykkur á því hvernig kannski fólk hugsar og þetta er bara góður skóli og mæli klálega með, sérstaklega þetta er frítt bara hirðið þau gæði sem eru búið fyrir ykkur og það er verið að bjóða ykkur einhverja fundi og annað, bara nýti allt sem þið getið. Já, það er mjög góð lína á milli Gullleiks og Fræs. Það er bara augljóst og ég er nú ekki með tölur það en það er bara almennt vita, það held ég bæði þið vitið það og við vitum það koma mjög góðar umsóknir úr Gullleikinu í Fræs sérstaklega og það er bara frábært, þeir ekki vera hrædd við það að sækjum sko, bara alls ekki. Einmitt. Ég spók hvort ég ekki að taka einhverja fleiri spurningar, svo sem með mest vót núna hvað er mesta wow-moment sem þið munið eftir í fjárfestakynningu, eða svona eftirminnilegasta kynningin og hvernig skar sú kynning sig úr? Mesta wow-moment sem ég hef fengið var pitch sem var englæra og kynningin var undir 1 mínútu. Og hvernig var það hægt? Það var að því að frumkvöðullinn þekkti sína viðskiptahugmynd upp á 10+ og frumkvöðullinn var búinn að æfa sig aftur og aftur og aftur og aftur. Það var ástæðan fyrir því að þessi frumkvöðull náði þarna á svona stuttum tíma að segja það vel frá viðskiptahugmyndinni og vaxta vegferðinni sem var framundan að fjárfestar fengu bara hei, mér langar að vera með í þessari vegferð. Já, ég meina ef að ég set ekki pening í neitt nema lenda og verða fyrir hughrifum þannig að það er kannski best bara að segja það og ég man ekkert eftir einhverju ákveðnu, bara best að gera ekki upp á milli barnanna sinna og ég held með öllum þessum félögum sem ég styð sko. Ok. Svo er önnur spurning varðandi svona englafjárfesta, hvað eru margir virkir englafjárfestar á Íslandi og kannski líka bara þá bara hvernig finnur maður þessa englafjárfesta? Hvað heitir maður það? Já, Æspan er að gera gott mót að halda utan þetta og þau eru með leiðir til þess að fá aðgang á þeim og þau eru með kynningakvöld og fólk getur svona leita þeirra ráða eins og bara fólk er að gera með klak. Þannig að það er mjög góð vettvangur og englar hafa verið að sækja svolítið í það, svona network fyrir engla og safe space og þú veist síðan bjóða þær einhverjum frumkvöðlum að hitta sig. Og það sem ég myndi segja sé við Ísland, við erum nýrík þjóð og það má ekki gleymast, við erum ekki með einhverja 200 ára gamla fjölskyldupeninga í gangi og ekki einu svona 50 ára gamla fjölskyldupeninga. Þetta er allt eitthvað svona nýjir fjármunir, við erum ekki með þróaða svona capital markets eins og nágrannalöndin í kringum okkur. Við erum fámenn, þýðin eru lítil og svona flestir englar sem eru að fjárfesta hérna heima hafa aflað sér fjár með einhverjum öðrum hætti. Það hafa verið léleg exit fyrir engla sögulega, ástæða fyrir að englar hafa ekki enst er að þeir eru ekki að fá peningin sinn tilbaka, það er ekki fallaði að þeir eru að setja peningin með einhverjum meira óskynsamlegum hætti en englar í öðru löndum. Það er bara akkeri bundið við Ísland að komast út úr þessu landi
og það er bara erfitt að fara yfir hafið og út af því að við erum á eyju og akkerum við eyjuna og það er haf á milli þá eru bara valuation lægri, exitin eru lægri og þetta býr náttúrulega ekki til góðan jarðveg fyrir engla, skiljið mig, það tekur 2-3 kynslóðir af góðum fyrirtækjum sem eru fjárfest í, sem að exita, sá peningur kemur aftur inn í kerfið, það þarf svolítið þetta og ástæðan fyrir það eru göt eins og nefnir, bara að þessi peningur ekki koma tilbaka og þið sjáu nokkuð batteri sem hafa verið að fjárfesta og kannski ég næsta batteri sem að leggja upp laupana af því að í þessu tiltekna geira þó að ég hafa bara mjög gaman að þessu en ég til að ávaxta mitt fé, að fjárfesta 10-20 milljónum og eyða svo 300 klukkutímum yfir 3 ár í eitthvað félag til að hjálpa þeim líka, þetta bara mjög dýrt, þannig að svona skalaleikin lítill og allt það, þannig að aðal englarnir, kannski til að svara spurningunni þá, aðal englarnir eru sterkar fjölskyldur sem reka ýmis fyrirtæki, Linda og Bogi Fagkaup hafa verið virk til dæmis að fjárfesta og eru með yfir 30 fyrirtæki í sínu portfóljó, þrátt fyrir að þau séu bara reka byggingavöru veldi í rauninni og þú ert með nokkra svona aðila og fólk sem bara gerir vel í búðabransanum, gerir vel í fasteignabransanum, þetta eru kannski aðilarnir sem hafa peningaaflögu og vilja taka þátt í ykkur spennandi, eru kannski að horfa á að gefa tilbaka annarkvort til samfélagsins, til ykkur ákveðna málefna, ykkur kvennamálefna eða tæknimálefna eða ykkur svona hjartansmál sem að þeim finnst að þau vilji fá fleiri hugmyndir og verkefni fram í. Þannig að svona ég myndi segja að þetta sé öðruvísi og ef þið fara á YouTube og leita að englum og hvað klassist við þá myndi ég segja að það eigi ekki endilega frábæla við Ísland þegar við erum bara ekki komin með að þróa að marka með þessa dýpt. Þannig að þetta mikið svona fólk sem ekkert kannski í þessu meginstarfi. Það bara fólk á góðum launum eitthvað staðar, búið að vera á góðum launum í langan tíma og það kannski allt í einu með 7-8 fyrirtæki sem það hefur fjárfest í, skiljið. Og það kannski ekkert að auglýsa það heldur þetta svolítið bara kreðsur sem að heyrir úr, sko. Já, kannski þrennt sem ég langar að segja, mér langar að taka undir það og hvet ykkur til þess að kynna ykkur starfsemi ISBAN, Engla fjárfesta samtökin og hvet ykkur til þess þegar þið eru komið þangað og tilbúin til þess að sækja að kynna þar. Þá fáið þið tækifæri kannski með 3-5 öðrum fyrirtækjum að kynna fyrir hópa engla fjárfestum. Það er hópur engla fjárfesta, það er einn hópurinn og þú ert nú búin að svara því að það eru margir aðrir líka sem að fjárfesta. En annað sem ég langaði að nefna að við hjá Nýsköpunarsjóðnum Kríu erum líka að fjárfesta með þeim hætti að við erum að hvetja til þess að efla engla fjárfesta samfélagi á Íslandi. Þannig að þegar við höfum verið að fara í þessi svona fjárfesta eins og við fórum í þetta fjárfesta átak sem ég er búin að nefna núna 2 eru núna í svona fjárfesta framtaki sem kallast Heilsukría og bara þegar við höfum verið að fjárfesta almennt að þá höfum við oft gert það gegn því svona skilyrði að það komi mótframlag frá öðrum fjárfestum. Og hvað gerist þá? Jú, þá ekki bara að koma peningur frá okkur, þá erum við að hvetja til þess að nýsköpunarfyrirtækin fara að sækja sér fjármagn annar staðar frá og við lögðum 300 milljónir í fjárfestingarátaki síðastliðið haust og með það skilyrði að kæmi sams konar peningur inn. Þannig þarna sjáðu allt inn að verða til 600 milljónir af fjárfestingum sem að hluta til að koma út frá fjárfestum sem eru að hluta til englar sem eru nú þegar englar og eru að fjárfesta en það sem við sjáum líka að við erum að fá inn nýja aðila til þess að fjárfesta. Þannig að númer 1, mæli með að þið kynni ykkur starfsemi ISBAN. Númer 2, við hjá Nýsköpunarsjóðnum Kríu, við erum að hvetja til þess að efla þetta samfélag og og svo númer 3, það eru líka aðilar sem eru bara kannski ekki orðnir englar ennþá en eru með sérþekkingu og fjármagn sem að starfa kannski á ykkar sviði, á því sviði sem ykkar fyrirtæki í. Þannig að mengið af englafjárfestum eins og það í dag þýðir ekki að það sé einungis sá hópur sem þið getið leitað til. Ef það eru aðilar sem þið teljið hafið þekkingu á ykkar sviðið, þá skulið endilega leita til þeirra. Því að það svo ótrúlega mikilvægt að þið gerir ykkur grein fyrir því að þið eru að sækja ykkur fjármagn.
þá það svo rosalega verðmætt að þið fáið ekki einungis pening, heldur líka einhverja aðila sem kannski geta komið inn með aukna þekkingu sem að hjálpar í ykkar vegferð eða getur opnað einhverja dyr og auðveldar það vegferð sem að fyrirtæki sem framundan hjá ykkar fyrirtæki og þið eruð að fara í vegferð til lengri tíma, þannig að veljið vel. Kannski fæ að skjóta einu inn ef ég má. Okay. Að sem sagt, þú veist, þetta allt geggjað og gaman og skemmtilegt og að fá pening og allt það, en þú veist, passi ykkur líka. Þú veist, munum því að eiga fyrirtæki 100% með co-founderunum sínum, meðstofnanda eða hvernig sem það og að vera með fjárfesti, þá eru bara komin inn í allt annan heim. Þú veist, auðvitað eru þið sem eigendur vilji ná árangri og græða pening. En leið við fáið annan aðal að borðinu sem þarna á öðrum forsendum, hann ekki sveittur á skrifstofunni með ykkur að berjast og búa eitthvað til, að þá svona breytist dýnamíkin smá og út af því að þetta gerist þá svo mikilvægt að taka ekki bara einhvern pening frá einhverjum, frekar að herða sultarólina og reyna að halda í eigið fyrir ykkar í fyrirtækjunum. Af því að bara það eins og ég var að segja á hann, það voða lítið einhverja svona faglega aðila í þessu. Þeir alveg til, en þeir bara ekki aktífir endilega að skrifa miða nema í bara, þú veist, einu svona ári eða 2 ára fresti eða eitthvað slíkt. Og ef þið fáið einhvern einstakling sem aldrei fjárfest í startupi, þá myndi ég ekki segja að það sé endilega gæðastimpill, skilji. Þá komið einhvern á kapptöfluna sem að einhver eins og við kannski segjum bara, byrju, hver þetta? Já, þetta Stína frænka og henni fannst þetta svo frábært og hún lét okkur fá 10 milljónir fyrir 30% í félaginu. Og þá segi ég bara, ok, en þú veist, þú veist, nú ég reyndar en Stína og að koma núna inn með sambærilegan pening, fæ ég líka 30% í félaginu og þú veist, munið þið ekki eiga neitt í félaginu þegar það kemur eitthvað sjóð, þú veist, þetta bara gengur ekki upp, það ákveðin formúla og ef þið gefið frá okkur hlutafé, það hættulegasta sem að startup geta gert að gefa frá sér hlutafé, af því að það bara eignarréttur í þessu landi og út úr því verður ekki komist. Þannig að áður en þið taki inn pening frá einhverjum, bara alveg sama, þó að sé ég eða þau eða þú veist, einhver í æsbanni eða einhver sem á fataverslun eða hver sem talið við einhvern frumkvöðul sem hefur fengið fjármögnun og spurjið hvort það sé eðlilegt það sem hefur verið að bjóða ykkur. Eru terms eðlileg, hvaðir og skyldur og hvernig díllinn strúktúrar. Setið þetta inn í gervigreindarmódelin og spurjið, þetta sambærilegt, á hverju á ég að passa mig? Og síðan náttúrulega, þú veist, fyrsta leksja að bara láta lögfræðing lesa yfir áður en þið seljið einhverjum hlutafé. Þó að kosti pening og sé súrt að borga 200.000 kall fyrir 5 milljónir, þá bara, þú veist, það versta sem ég hef séð í startupum eitthvað svona, þú veist, þarna springa hlutinir á eigið fyrir hliðinni og verða mjög þungir og sérstaklega líka og þarna gagnvart ykkar meðstofnendum að það gengur ekki að einn meðstofnandi hætti og eigi 30% í félaginu, þá engin fjárfestir að fara að láta ykkur á pening. Þannig að það þarf að huga að þessu í byrjun. Fyrst var hann að vera geggjuð og þið þurfa að hafa draum, sameina draum og sýn að hlaupa eftir því. Og þú veist, ef það gengur og í lagi og lítur vel út, þú veist, þá þurfum við bara að hugsa hvað þetta verður risastórt. Þú veist, það endalaust af bíómyndum að fólk að lögsækja hvort annað og þú veist, þetta bara af því að svona þetta, skiljið. Bara leið og fólk var blóðbara á tennurnar, þá breytist fólk bara. Þú veist, eitthvað sem var munnlegt samkomulag þó að það eigi að vera samningur á Íslandi, það allt í einu ekki til og fólk man ekki neitt. Gera hluti á samkomulag. Já, gera hluti á samkomulag og líka bara einmitt taka svona, hei, þú veist, þetta í lagi? Þú veist, þetta rétt hlutföll á fyrir fyrirtækið mitt að fá hlutafé fyrir pening og allt þetta. Þannig að passa sig líka. Langar það eru 2 spurningar sem beinast að þér, Sigurður. Já. Úr Slædó. Ein spurning þurfa verkefni að sýna fram á hagnað á næsta ári til að fá styrk frá Rannís? Nei, en það þarf að vera plan að þetta verði arðbært og raunhæfar. Nei, það þarf ekki að vera. Nei, okay. Og önnur spurning, bakgrunnur einstaklingar sem sækja styrk skoðaður og ef svo, hvað skoðað og eftir hverju þið helst að leitast eða eftir hverju eru þið að leita helst eða forðast? Allar umsóknir eru metnar af fagráði. Það ekki starfsfólk Rannís sem að gera þetta. Þetta eru sem sagt jafningjar, ættu að heita, sem að skoða hugmyndirnar ykkar og meta. Og sem sagt, þeir skoða bara, held ég, það má eiginlega orða þannig, þeir skoða bara teymið. Þetta ekki einstaklingarnir, þetta teymið. Ertu með rétta mixið af fólki til þess að koma þessari hugmynd á koppinn? Það held ég mjög mikilvægt að geta sýnt fram á það. Já, og verður með getuna, ekkert endilega ákveðin gráður. Já, nákvæmlega. Það bara, þú veist, ertu með
ert að kóvera það sem þú þarft á því stigi sem þú ert að sækja Og hver eru helstu kannski svona rauðu flöggin varðandi teymin, ef það eitthvað slíkt? Varðandi teymin, það bara, ef þú eru of lítil, þú veist, eða þú ert ekki með rétta bara kompetensa til þess að vera, sem passar því þroskastígi sem hugmyndin á. Og svona þetta, já, það eiginlega snýr mest að þessu bara. Það fer að styttast tíminn sem við höfum, en kannski bara ef ég tek einhverja fleiri slæd og með þetta leita þá kannski má ég bæta Já, því við að endilega. Tækniþróunarsjóður, þetta bara stuðningur sem beinn styrkur og engar kvaðir á, Já. þannig að ef að það er enginn að fara að gera neitt hluthafasamning við þig, þú og bara þið takið ekki hlut. við tökum ekki hlut, Nei. þannig að það bara, þið bara eigið þetta. En svo má líka segja það sko að við höfum gert áhrifamat á sjóðnum og það kom mjög glögglega í ljós í seinustu umferð áhrifamatsins að fjárfestar líta á stuðning frá Tækniþróunarsjóði, það fengið styrk frá Tækniþróunarsjóði sem ákveðin gæðastimpil og það bara hjálpað þér umfram þá peninga sem þú færð frá sjóðnum, það að fá þennan gæðastimpil. Þú hefur farið í gegnum ákveðna hakkavél og komið út í heilu lagi þegar þú hefur fengið styrk frá Tækniþróunarsjóði. Og kannski benda við, Já. það er ein kvöð og það að þeir að taka við peningum frá íslenskum þjóðinni og skattgreiðendum, þannig að farið vel með það og sýni því ábyrgð, þó að sé ekki skrifa formulegin, og talandi gæðastimpilinn, sko, ég myndi ekki kannski segja að ég myndi ekki kalla þetta gæðastimpil sjálfur, en þetta einmitt, þú ert búin að standast eitthvað á prófraun og þú veist, aðilarnir sem að fara yfir þetta oft bara, þú veist, fólk í háskólanum, einhverja akademíusar og svona fólk héðan og þaðan sem myndar þessi fagráð sem að fara yfir, þannig að svona, þú veist, er þetta góðir fjárfestar? Var þeir hafnað af því að góðir fjárfestar fóru yfir þetta? Nei. Fékkstu umsóknina af því að það voru góðir fjárfestar að fara yfir þetta? Nei. En þú veist, þetta kannski, það er einhver fylgni þarna, hún er ekki kannski einn að þetta verði success, en svona, það er einhver fylgni þarna. En það sem þetta gerir náttúrulega fyrir fjárfesta er að þeir sjá félag sem með einhverja burði umfram það sem að þeir komi með til borðsins, fjárhagslega burði. Þú veist, ef það komin einhver rekstur eða komin mannafóra, starfsmenn og annað, þá það mjög gott fyrir fjárfesti að koma inn í það félag sem að ekki bara fara að deyja sekúnduna sem að peningurinn klárast sem að komi í þeirri innspýtingu. Þannig að það myndi ég segja sé gríðalegt forskot þá sem að fyrirtæki hefur eftir að fara úr þessu ferli. Að svona það hefur smá framsýni sem að kannski aðrir geta ekki lyft sér, sko. Það myndi ég segja sé mikilvægasta máli, en þetta bara mismunandi hvað fólki finnst. Ég langaði til að enda þetta segja á svona einhverjum góðum ráðum frá ykkur til frumkvöðlunum sem eru hérna í salnum. Ef að þið væru hérna í salnum í dag með hugmynd sem þið brennið fyrir og ykkur langar að umbreyta í sprotafyrirtæki, hvað myndið þið gera á næstu 3 mánuðum? Já, byrja að skrifa hugmyndina niður. Ekki bara ganga með hana í hjartanu og huganum. Skrifa hana niður og byrja að gera fjárfestakynningu. Því leið þau þurfa að skrifa niður og leið þau gerir fjárfestakynninguna þá mótast hugmyndin eitthvað frekar. Svona lokaorð til ykkar, það langar mig að segja þrennt örstutt og það verið óhrædd og haldið ótröð áfram. Í öðru lagi, hafið samband við fólk sem þið viljið hitta og tengjast og eins og ég sagði það áðan, fólk almennt mjög viljugt að aðstoða eða tengja ykkur áfram og í þriðja og síðasta lagi eins og kom inn á áðan, endurgjöf, fáið þið endurgjöf, hlustið á hana og já, bætið ykkur í samræmið þá endurgjöf sem þið fáið. Og ég ætla bara að segja, njótið þess líka og gangi ykkur vel. Það erfitt að fylgja þessu eftir. Ég tókst það sem að ég alveg nákvæmlega sé alltaf að segja og bara ég tek heilsugur undir þetta. Ég bara tek ofan fyrir hugrekki ykkar því að ég alltaf áhættufælinn til þess að nokkuð tíman geta verið það sem þið eruð, bara verði að segja. Ég bara tek ofan fyrir ykkur. Ég hef ekki kannski lifað og hræst í þessum frumkvöðla heimi eins og þau Stjáni og Edda, en sko eitt af því sem að mér virðist vera mjög mikilvægt að vera ekki giftur hugmyndinni, vera tilbúin að pívota og við meira segja í Rannís opin fyrir
pívotum. Þó að þú byrjir með einhverja hugmynd, hún getur breyst og við fáum skýrslur frá ykkur, það sem segir frá framvindunni og ef þið viljið breyta einhverju og það gengur upp, endilega. Þannig að við erum að reyna að vera líka næm fyrir því, þó við séum svona, þú veist, kerfisbatteri, að það einmitt, þetta þarf að breytast og það er bara eðlilegt, það er bara eðlileg hluti að þessu, þannig að ekki giftast hugmyndinni og verið tilbúin að breyta. Algjörlega, og bara til að taka undir, sko, bara það að þið séuð hérna á Íslandi og hafið tækifæri til að byggja ykkar draum, hver svo sem hann það ótrúlegt verðmæti í sjálfu sér. Þú veist, fólk á jörðinni hefur almennt ekki þessi tækifæri. Þannig að bara muniði að njóta þess og muniði að fyrir hönd þeirra sem ekki hafa þessi tækifæri að berjast af fullri ákefð og hafa þá gaman í leiðinni af því að þetta tímabil sé í gangi. Og þú veist, þetta drullu erfitt, þetta 90% ógeðslega erfitt og 10% bara sturlað og eitthvað svona alsælu hamingja af því að það allt þarna á milli bara ótrúlega þungt og erfitt og það gerir toppana miklu betri og bara svona, þú veist, ef þið eru að gera eitthvað og hafið trú á því, þá skín það í gegn. Þú veist, ef þið eru ekki að búlsitta ykkur sjálf, þá eru þið ekki að fara á fundi og koma með eitthvað rugl, þú veist. Þannig að bara lifið svolítið það sem þið að gera og leiðið ykkur að, þú veist, byggja þetta af fullri ákefð, þú veist, ekki verða fyrirtæki ykkar, ekki segja, hæ, ég er Kristján og hérna, allt mitt líf snýst þetta, en þú veist, verið samt bara eitthvað vakin og sofin yfir þessu og þú veist, þegar vondu mómentin koma, hugsið þá til þeirra frumkvöla og þeirra sagna sem við höfum hérna á Íslandi, sem eru bara alls konar erfiðleikar sem að urða einhverjum risa fyrirtækjum. Bara hérna á Íslandi, sögurnar sem við erum að heyra úr gullleikinu, sögurnar sem við erum að heyra úr Startup Supernova og sögurnar sem við heyrum bara af Össuri og CCP og allt þetta. Þetta barátta og þó að hlutir séu erfiðir, þá þýðir ekki að sé að gera rangan hlut. Þannig að einmitt ef þið eru að spá í að pívota, gerið það á hreinskilni, leggið vinnuna, greinið hvort að það sé raunverulega eitthvað að hugmyndinni og hún sé ekki hana árangri eða hvort að þið þurfi mögulega bara sníða hana aðeins öðruvísi. Og einmitt fara og svona koma hugmyndinni strax í hendur á okkur sem tilbúin að borga fyrir hana. Ég gæti ekki, það bara númer 1 til 100 að þú veist, einhver sem segist ætla að nota vörun ykkar eða hugmyndin ykkar versus sá sem tilbúin að borga fyrir það í dag. Þú veist, að borga fyrir eitthvað vöntun og það virðismat notanda að láta ykkur fá fjármuni í skiptum fyrir eitthvað þjónustu eða eitthvað vöru og að láta hendi fjármuni eitthvað sem allir taka upplýsta ákvörðun fyrir. En ef ég haka í box í einhverju skjali sem segir værirðu til að nota þetta eða viltu prófa þetta frítt eða eitthvað, þú veist, það bara allt annað. Þannig að þú veist, verið frekar með 10 manns sem að borga ykkur frekar en 20.000 manns sem eru ekki að borga ykkur. Og bara ég hef lært þetta og þú veist, ég hef byggt startup sem eru með fullt af notendum og alls konar virkni og eitthvað, en síðan bara allt annað að breyta og konverta því yfir í alvöru notkun og það það sem skiptir máli. Þannig lærið, þú veist, einstaklingur sem að láta ykkur fá $10 á mánuði eða $100 eða borgar ykkur, þú veist, að framlega sápustykki og rukkið 1.000 krónur eða eitthvað, þú veist, hann lætur ykkur vita leið og honum finnst eitthvað að og ef hann ekki láta ykkur vita eitthvað sé að, þá það líka mjög jákvætt, skiljið. Þannig að bara svona, þetta það allra mikilvægasta, varan, komið svo út, komið sér hendur á fólki, restin byggir sér svolítið sjálf ef þetta fullkomið en ykkur vantar yfirleitt resursa til að gera þetta fullkomið, þannig að þetta helst allt í hendur og bakinn á þessu að þá náið svona, tel ég meiri líkur á árangri og kannski ná að njóta og hafa gaman af vegferðinni líka. Ég held að þetta séu frábæra loka orð. Við erum komin yfir á tíma, bara langar að þakka panelum bara kærlega fyrir, bara frábær svör, gott spjall og bara klappum fyrir þeim. Takk fyrir. Takk. Þá held ég að annað